Góðir fundamenn, þið hafið heyrt hérna 4 áhugaverð erindi sem að ramma inn þessar drifkrafta og breytingar sem við stöndum fyrir í orkukerfum bæði heimsins og Íslandi, sem eru, má segja, orkuskortur, orkuöryggi, loftslagsmálin, miklar tæknibreytingar og síðan sjálfsögðu byggingu virkjana. Og ég ætla í lokin að draga saman hvernig við erum að taka þetta til okkar og raun og veru breyta eða forgangsraða og breyta okkar áherslum. Við erum stöðugt að því og við munum stöðugt halda því áfram. Þetta er ekki meitlaði stein, við erum alltaf að læra, hlusta, horfa á tækifæri, horfa á óskir samfélagsins, þannig að þetta þróast áfram, en við þurfum líka á hverjum tíma að hafa skýra sýn. En ef við horfum á þessa stóru heimsmynd og sumurum aðeins upp eins og hvernig þetta horfir við mér, að þá erum við að horfa á gjörbreytta heimsmynd í orkumálum. Og þetta er raun og veru dálítið sérstakt, því að bara fyrir 2 eða 3 árum síðan þá var þetta allt öðruvísi. Þá var orkuverð lágt, nóg orka í kerfunum, hagkerfin mjög hæg eftir COVID og fleiri aðstæðna. En núna erum við komin í þetta ástand að það er raun og veru orkuskortur sem er náttúrulega drifinn áfram af stríðinu í Evrópu, sem að gera það verkum að orkuverð hátt, óstöðugt. Við erum að sjá þetta hafa mikil áhrif á heimilin, mikið ágefni hvernig veturinn þróast í vetur í Evrópu. Þetta hafa mikil áhrif á fyrirtækin, starfsumhverfi þeirra, sérstaklega þess orkufreks iðnaðar sem er ekki með langtímasamninga. Stór hluti orkufrekum iðnaði í Evrópu er með langtímasamninga, sambærilega við erum á Íslandi sem að þeir sem að gera þeirra starfsskilyrði kannski mun betri. Við erum að sjá eins og mörg fyrirtæki að lenda í vandræðum. Svo erum við að sjá loftslagsaðgerðirnar sem að þeir verið að leggja stóra aukna áherslu á. Þannig að við erum að sjá mjög krefjandi vetur í Evrópu. Hvernig mun þetta þróast? Náttúrulega eina lausnin er að auka orkuframboð eða draga úr orkunotkun. Það er að gera líklega bæði. Orkan er hins vegar bara svo mikið súrefni í samfélagunum. Það er ekki hægt að draga mikið saman. Ekki nema þá með að loka orkufrekum iðnaði sem að mun gerast. En það er eins og ljóst að til lengri tíma litið þá þarf mikið af endurnýjanlegri orkunni í kerfið. Það er leiðin sem að þessar þjóðir munu fara. Auðvitað munu þau hægja á því að loka kolaorkuverum og kjarnorkuverum. Það er eina leiðin, en þeir munu setja aukinn kraft í það. En verkefni sem að heimurinn stendur frammi fyrir samkvæmt Alþjóða orkumálastofnuninni, því okkur rís hugur við því að þurfa jafnvel að tvöfalda orkuvinnslu á Íslandi, hafið spurt ykkur á því hvað heimurinn þarf að gera í endurnýjanlegri orkuvinnslu. Það sem eru mun minni landgæði og mun minni verri bara endurnýjanlegir orkugjafar, hvað þurfa þau að gera? Alþjóða orkumálastofnunin vann mjög vandaða skýrslu í aðdraganda COP26 í Glasgow í fyrra. Það þarf sem þetta 8-falda fram til 2050 endurnýjanlegri orkuvinnslu í heiminum. En hvaða áhrif hefur þetta á Ísland? Vissulega erum við í vari, en þetta hefur áhrif. Þetta breytir heilmiklu. Við erum að segja, ef við horfum á verðin, þá náttúrulega eru heimilin hjá okkur búa við stöðugt jafnt verðlag sem við höfum náð að halda stöðu á undanförnum áratugum, mjög samkeppnisfært. Við höfum verið endur sem við stórnotendur. Það hefur verið stór barátta, ekki farið fram hjá neinum, og við náðum núna því að þau eru að borga sambærilegt verð og þau eru að greiða í langtímasamningum í þeim löndum sem við berum okkur saman við. En það sem er að gerast, það er þessi óstöðuleiki í Evrópu og annars staðar í heiminum í orkumálum, er að auka eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku á Íslandi. Hún er að auka það miklu meira en við munum nokkuð tíma geta mætt. Þetta gerist líka að þeir stórnotendur sem eru hér þeim gengur vel, þeir eru að fullnýta sína samninga. Þannig að þessi eftirspurn er mun meiri heldur en ráð við. Á sama tíma erum við að fá í fyrsta skipti mikla innlenda eftirspurn sem hefur aldrei gerst áður, að vissulega er heildsölumarkaðurinn að vaxa, en við erum að fá mikla innlenda eftirspurn sem tengist orkuskiptunum, sem eru að við ætlum að breyta okkar eigin notkun á jarðeldsneyti með endurnýjanlegri orku. Þannig að þessi mikla eftirspurn kemur á sama tíma og raforkukerfið okkar er nálægt því að vera fullnýtt. Og það tekur langan tíma að byggja virkjanir, þó svo við hefum verið að undirbúa virkjanir. Oft hefur verið að undirbúa þessar virkjanir í miklu mótbyr, þar sem fólk hefur haldið því fram að við þyrftum ekki að gera neitt, og við höfum upplifað það að stjórnsýslan og pólitíkin hefur hægt á sér vegna þessar misvísandi skilaboða sem vonandi náum að leysa úr næstu árum. En þó við séum búin að undirbúa þetta, þá eru næstu virkjanir okkar að komast inn 2026, virkjanir sem eru alveg á lokastigi undirbúning í dag. En það sem við erum líka að hugsa varðandi heimilin, að þessi, og ég var mjög ánægður að heyra, og ég vil ekki heyra og bara finna áherslur
ráðherra okkar að áhersla á orkuöryggi heimilanna og smærri fyrirtækja, þessi mikla eftirspurn eftir orku, hún gera það verkum að við getum ekki gengið það í vísu að það sé passað upp á heimilin og smærri fyrirtækin. Það þarf að binda í lög og reglugerðir hvernig það er gert. Vinnan er hafin en við þurfum að finna þar góða lausn sem kostar samfélagið ekki mikið og veldur ekki mikilli sóun í kerfinu. En þetta leiðir náttúrulega bara til þess að við þurfum að forgangsraða. Við þurfum að hafa skýra forgangsröðun og eftir hverju eigum við að forgangsraða. Það sjálfsögðu þarf að vera breytilegt eftir hvernig óskir samfélags eru, hvaða möguleikar eru, en það er hins vegar alveg ljóst að við getum ekki bara, þó að þessi markaðsumhverfi, forgangsraðað eftir því að við selja á sem hæstu verði. Það gengur ekki og það kom alveg skýrt fram hjá ráðherranum og við vinnum algjörlega þannig að við setjum til dæmis loftslagsskuldbindingar og loftslagsmarkmið samfélagsins í forsæti og orkuöryggi heimilanna í forgrunni. Við höfum alltaf gert það og munum alltaf gera það. En við þurfum að horfa til annarra hluta, bara eins og loftslagsskuldbindingarna, við þurfum að horfa til stuðning samfélagsins eftir hverju er samfélagið að leita, til dæmis í uppbyggingu atvinnulífs og fjölbreyttra atvinnutækifæra. Við þurfum að horfa til áhættu, við viljum draga úr áhættu rekstri Landsvirkjunar, bara með að fá fjölbreyttari viðskiptavinni og sjálfsögðu þurfum við líka að vera með aðila sem geta greitt til lengri tíma, það verð sem við förum fram á og að þannig að fyrirtæki skili góðum arði. En hvaða tækifæri eru þetta? Hvernig getum við flokkað þetta? Hvernig getum við reynt að sjá þetta fyrir okkur? Hvaða eftirspurn erum við að horfa á? Og í grunninn viljum við flokka þetta í 5 flokka. Sem eiga að birta svona, það koma hér. Þetta eru raunverulega 5 flokkar eftirspurnarinnar. Þetta er náttúrulega ákveðin einföldan að flokka þetta svona, en þetta nær svona utan megin hlutan. Í fyrsta lagi er þetta almenn, má segja, notkun og innlend orkuskipti. Þetta sem Jón var að tala um þetta áðan og þarna erum við kannski fyrst og fremst að leggja áherslu á losun sem tengist samfélagslosunni. Það er önnur jarðneti sem notum þessi flugi og millilandasiglingum er mikilvægt að leysa en sem leggja áherslu á fyrst eru þessi samfélagslosun þar sem við erum með miklar skuldbindingar 2030 sem við þurfum að mæta. Í öðru er að stafræn vegferð, nýsköpun og fjölnýting, áhugaverð tækifæri kemur betur á eftir. Það er síðan framþróun núverandi stórnotanda sem er kannski grunnurinn af okkar góða rekstri í fyrirtækinu. Síðan er nýjir stórnotendur í málminn að hrávöru, fyrirtæki sem við höfum verið að leita að, við getum áratuginn að fá til landsins og eru það var reynst okkur mjög vel og síðan útflutningur orku með rafeldsneyti eða með sæstreng. En hvernig eigum við að forgangsraða? Hvað leggjum við hvernig ætlum að forgangsraða? Ef við myndum meta svona eftirspurnina í dag í þessu flokkum, þá er hún margföld það sem við erum að framleiða í dag. Það er alveg útilokað fyrir okkur að mæta þessari eftirspurn, alveg sama hvað við virkjum og alveg sama hvað við gerum, bara einfaldlega vegna þess að þörfin er svo mikið. Þannig að við höfum sagt að við erum með skýra forgangsröðun og það er raun og veru þessi kannski fyrstu 3 flokkar sem við munum leggja áherslu á og ég ætla að fjalla um þá núna. Og fyrsta lagi er þessi almenn notkun og innlend orkuskipti. Og þessi flokkur er í hæsta forgangi. Þessi flokkur er nummer 1, 2 og 3 hjá okkur, en þessi flokkur er það sem við viljum sinna. En það þarf að vera hins vegar skýr reglu, taka mjög mikið á raforkuörygginu samhliða þessu. Og í orkuskiptunum þarna, þá leggjum við mesta áherslu á losun sem tengir samfélagslosun. Ef munum hvernig í grænbókinni góðu sem var unnin, það eru líka þarna ýmis orkuskipti sem tengjast ekki samfélagslosunni, til dæmis millilandaflugið og millilandaskipin. En þessi losun sem tengist skuldbindingum Íslands, það þarf um 8 teravattstundir til þess að mæta þeirri orkuþörf. Þessi orkuþörf sem er á beina ábyrgð Íslands. Hve mikið að þeirri losun dregst saman til 2030, það hefur ekki verið markað, stjórnvöld hvað við ætlum að ná miklu þar, en það þarf að vera verulegt ef við höfum að ná markmiðunum okkar sem við sett í tengslum við Parísarsamkomulagið. En hvernig þetta gerist og hvað gerist mun fyrst og fremst ráðast af þeim drifkrafti sem kemur frá kaupanda orkunar, sem kemur frá ferðaþjónustunni, sem kemur frá sjávarútveginum, sem kemur frá flutningsfyrirtækjunum, því að þau þurfa að fjárfesta í innviðunum til þess að taka af orkunni. Við erum að gera allt sem við getum og Ríkharður var með mjög gott erindi hvernig við erum að nálgast það verkefni, hvernig við erum að reyna að styðja nákvæmlega hvað skrefi stígum er algjörlega háð því hvernig notendurnir þróast. Og þar erum við í góðu samtali en
en þó nokkuð langt ennþá. En annar flokkur sem við leggjum mikla áherslu líka er svona nýjar áhugaverðar inngreinar. Ráðherrann kom inn á þetta líka með grænu iðngarðana og græna dreili. Þetta er að ganga algjörlega í takt við stjórnvöld og finnum mikinn stuðning á landsbyggðinni við því að byggja upp svona græna iðngarða. Þarna erum við að sjá mjög áhugaverða inngreinar sem að geta styrkt mjög atvinnulíf á Íslandi. Mikinn stuðning finnum við líka í samfélaginu. Hérna erum við að tala um matvælavinnslu, hérna erum við að tala um laxeldi á landi, við erum að tala um þörungarækt, við erum að tala um að fjölnýta auðlindastrauma í jarðhita og við erum að tala um gagnaver sem við teljum mjög áhugaverð líka. Það er hins vegar, við erum þarna að horfa á gagnaver sem stunda reiknifreka vinnslu en við erum ekki að horfa á rafmyntagröft. Það er mikilvægt að hafa algjörlega skýrt að rafmyntagröftur mætir algjörum afgangi hjá okkur og mun hérna er ekki inn í okkar framtíðarplönu sem að laða til að kaupa forgangsorku á fyrirtækinu. Öll þessi verkefni er að nota svona 10 til 25 megavött þegar eru komin í fulla stærð. Það er erfitt fyrir okkur að mæta þeim núna en það sem hjálpar okkur er að þau byrja smátt og vaksa síðan á nokkrum árum upp í fulla notkun. Þannig að við vonumst til þess að geta sinnt þó nokkuð mörgum verkefnum á næstu misserum þegar við sjáum í land með næstu virkjanaverkefni. Ef við virkjum ekki þá getum við ekki mætt þessu en þegar við sjáum að við komumst í gang með verkefnin sem okkur vantar enda þó nokkuð að leyfum, þá munum við geta sinnt þessu verkefnum. En það er hins vegar alveg ljóst að við þurfum að forgangsraða inn á þessum flokki. Þessi flokkur, við munum ekki, við þá eftirspurn sem við finnum, við munum eingöngu ná að sinna hluta þeirra eftirspurnar á næstu 4-6 árum. En vonandi hlutum sem verður tekið eftir. Þriðji hópurinn sem við viljum styðja er framþróun við núverandi viðskiptavini. Og það eru fjölmargar ástæður fyrir því að við viljum stuðla að framþróun þeirra. Endurtök aftur, þannig erum við ekki að tala um gagnaver sem eru rafmyntagrefti. Þau eru ekki hluta á okkar framtíðarsýn. Þau voru fín svona í ákveðnu uppfyllingu þegar það var tækifæri fyrir þau, en þau eru ekki hluta af framtíðarsýn. Við erum ekki að tala um þau sem þessu stólnum sem við styðja áfram. Í fyrsta lagi er þetta í samræmi við það sem Landsvirkjun hefur unnið frá stofnun fyrirtækisins fyrir 55 árum að vinna náið með þessu fyrirtækjum og eigum við það mjög gott viðskiptasamband. Hvað eigum við með að styðja við þá? Við erum ekki að tala um og við erum ekki möguleika á einhverjum stór aukinu orkusölu til þeirra með til dæmis byggja nýja skaffa orku fyrir nýja kerskála. En við erum að horfa á verkefni sem að auka virðisaukandi starfsemi þeirra og auka framleiðni þeirra og góð dæmi þetta verkefni er til dæmis nýr steipuskáli sem er nú að vera að byggja upp á Grundartanga hjá Norðuráli sem er að hjálpa þeim að framleiða virðisaukandi vörur. Við fórum í sambandlegt verkefni fyrir nokkrum árum síðan með Ísal þar sem við vorum bæði með steipuskála og að auka framleiðnina með straumhækkun. Þetta er yfirleitt svona kannski 10 til 20 megavatta aukningar sem eru svona 2-4% af þeirra orkunotkun en styrkir mjög hagkvæmni fyrirtækjana. Og það má ekki gleyma því að okkar samband við þessa viðskiptavini er grunnurinn af góðri rekstrarafkomu Landsvirkjunar. Landsvirkjun er með mjög góða rekstrarafkomu, bestur rekstrarafkomu sem þekkist á Íslandi í dag af öllum fyrirtækjum. Og það eru þessi fyrirtæki sem hafa skapað þennan arð og gert okkur mögulegt að greiða nú skuldir okkar og greiða háar arðir í ríkissjóð í dag og munum gera það ókomna tíð. Þetta er eftir flókna endursamninga sem voru ekki án átaka sem við bara tókum þann slag og höfum lagt það bak við okkur en eru núna, svo kom fram hjá Tinnu, þá eru þessi aðalega núna að borga sambærilegt raforkuverð og löndum sem við berum okkur sama við í Noregi og Kanada og einnig sama verð á raun og veru fyrirtæki, garðyrkjubændur og heimilin borga. En við heyrum oft, heyrið öll, af hverju lokum við ekki bara einu álveri? Af hverju einföldum við ekki málið okkur og lokum bara einu álveri og þá eigum við næga orku fyrir orkuskiptin? Svarið við því að það dugar ekkert að loka einu álveri, það þarf að loka miklu öllum ef við ætlum að ná þessu, en svarið við því að okkar mati er klárt nei. Það er ekki skynsamleg og það er bæði út frá loftslagsmálum, samfélagsmálum og efnahagsmálum að þá er það ekkert skynsamlegt. Loftslagsmálin eru alþjóðlegt verkefni og það að færa orku úr einni starfsemi í annað gerir ekkert gagn. Og það má segja aðra þjóðir eins og Danir hafa sett því það bara í lög varðandi sína
orkuskipta vegferð að það sé ekki leyfilegt. Þeir ætla ekki að flytja starfsemi annað og sleppa þannig við að fara í gegnum þá að byggja upp endurnýjanlega orku sem allar þjóðir þurfa að gera. En það má líka spyrja sig er það skynsamlegt að loka álveri sem að nota endurnýjanlega orku til þess að færa orkuskiptin til þess yfir í ferðaþjónustu sem önnur alþjóðleg grein sem að nota jarðefnaeldsneyti. Það er dálítið erfitt að sjá hvaða svona hugmyndafræði ætti að byggja bak við það. En síðan má ekki gleyma því að þessi fyrirtæki eru einfaldlega með langtímasamninga sem þarf að virða með ákvæðum endurskoðunni og það má líka benda á það að lagalega séð ef stjórnvöld ætla að beita sig fyrir því að loka álveri að þá stenst það varla stjórnarskrá Íslands, varðandi jafnræði fyrirtækja og klárlega ekki alþjóðlega skuldbindingar Íslendinga sömu mál. Þannig að ég held að þetta sé ekki góð leið, ekki fær leið, en leið sem ég held að þurfa að ræða ef einhver vill ræða hana. Og þá þarf einhver að segja hvernig þess að nálgast og á hvaða rökum ættum við að gera það. En það er hins vegar einn aðili sem getur tekið ákvörðun að loka álveri og hann mun taka þá ákvörðun á endanum. Það er eigandi fyrirtækisins og hann getur tekið þá ákvörðun ef hann nær ekki samningu hagstætt raforkuverð, ef starfsskilur ekki viðunandi eða verksmiðjan orðin úrelt eða hvað sem en það er eigandi sem tekur ákvörðunina. Við þurfum að gæta jafnræðis í öllum samskiptum okkur við þessi fyrirtæki sem og öll önnur fyrirtæki og einstaklinga í samfélaginu. En þessi fyrirtæki eru ekkert að fara að loka, þeir ganga vel, þeir eru vel rekin, sterkir þáttakar í samfélaginu sem starfa. Þeir eru með eitt lægsta kolefnisspor sem þekkist í þeirra eingrein sem að gagnast þeim mjög í þeirri samkeppni sem í dag og til frambúðar. Þannig að við sjáum þessir fyrirtæki sem hluta okkar framtíð eins og þau hafa verið í fortíðinni, en við þurfum hér líka að forgangsraða. Hvað við getum stutt, það er bara sum verkefni út af takmark sem við getum stutt, en önnur ekki í þessum flokki. En við viljum halda áfram að þróast með þeim og styðja þeirra rekstur. En við hver erum við þá að segja nei? Við hverju þurfum við að segja nei? Í fyrsta lagi þurfum við að segja nei við aðila sem í forgangsflokknum. Þessu flokk 2 og 3, þessu fjölbreyttu svona græna iðnaði sem þar ólíklegt að við getum sinnt öllum. Við getum ekki sinnt öllum okkar viktum sem vilja stækka eða fara í framleiðniaukningar, vonandi nokkrum. En það eru eins og verkefni sem við því miður getum ekki sinnt núna og teljum langt hreinlegast að senda mjög skýr skilaboð það. Það eru nýir stórnotendur í málminnaði eða hrávöruvinnslu. Verkefni sem við vorum alltaf að leita að. Það er ekki pláss fyrir þau í okkar raforkir í dag og vegna þeirra miklu eftirspurnar sem annars staðar og það myndi heldur ekki draga úr áhættu í rekstri fyrirtækisins. Við sjáum ekki fyrir okkur útflutning á rafeldsneyti eins og Rikki kom inn á áðan, ekki á núverandi stigi. Það því útflutningur á rafeldsneyti í dag var þá sem hrávara inn í iðnaðarferla og myndi ekki styrkja okkar mati orkuskiptun á Íslandi. Við eigum að skoða það í framtíðinni, þegar við eigum ekki að útiloka það. Sérstaklega að flytja eitthvað út og annað inn og einnig að taka þátt bara í orkuskiptum heimsins ef að taka þá umræðu. Og síðan sæstrengurinn sem og verður áhugavert verkefni en ekki á dagskrá í dag. En þar þarf náttúrulega bara pólitíkin að ákveða hvort að það sé áhuga á því. En það gæti svo sannarlega að skapa fjárhagsleg áhrif og mikið framlag til orku, öryggis og loftslagsmála. En það þyrfti mikla orku sem ekki til staðar. En þau verkefni sem við erum að styðja við eru fyrst og fremst þessi verkefni sem eru að styðja formlega með loftslagsskuldbindingar Íslands. Þessi 3 flokkar, ef við skoðum grænbókina sem að gefa út á umhverfisráðuneytinu og orkumálaráðuneytinu, þá eru þessi 3 flokkar allir í þessari sviðsmynd sem hefur fengið þarna þá mestu umræðina. Við erum kannski minni áherslu að leggja á orkuskiptin sem ekki tengd samfélagsáhrifunum, enda eru þau aftar í tíma. Orkuskipti í flugi og millilandasiglingum verða seinna. Það er svona helmingur af orkuskiptunum sem í grænbókinni, það er svona 10 teravattstundir. Við þurfum vissilega að eiga sér stað en þau gerast ekki fyrst. Fyrst eru það þessi samfélagsmarkmið. En að lokum bara, ef við horfum fram á við, þá held ég að við þurfum að horfast í augu við það að við þurfum að ganga betur í takt. Við þurfum að þróa umræðan orkumálin áfram. Við þurfum að finna leiðir ef við setjum okkur markmið eins og við höfum sett okkur í loftslagsmálum og atvinnuuppbyggingu fyrir 2040 sem kalla á verulega orkuþörf. Hvernig ætlum við að mæta því? Þá er það með nýja orkuvinnslu eða á einhverjum öðrum leiðum. En okkur þurfum að gera okkur grein fyrir því að uppbyggingu orkuvinnslu tekur mjög langan tíma.
Þetta eru, eins og Ásbjörn kom inn á, þetta eru flóknustu framkvæmdir Íslandssögunnar sem við erum að fara í. Þetta eru jarðgöng, stíflur, risastór neðanjarðarhús, flókin tækjabúnaður sem bara við þekkjum hvað þetta er flókið og við vöndum til verka. Okkar verkefni eru unnin á tíma, á áætlun, án umhverfisvatvika og slysalaus starfsemi. Þetta er ekki gert í einhverju flýti. Það þarf að vanda til verka og ná góðu samstarfi við samfélagið. En við þurfum að muna það líka að við erum í mjög öfundsverðri stöðu með allar þjóðir. Af hverju? Af því við erum tiltölulega komið langt, það menn aðilar voru forsjálir í að byggja upp orkukerfið áður. Við höfum góðar auðlindir sem við getum nýtt, tel ég, í góðri sátt við samfélagið. Mun betri auðlindir í mun stærra landi, strjálbýlu landi sem er hægt að nýta ef við ákveðum svo. En við þurfum að gera okkur grein fyrir því, ég sá á svipnum mörgum að þegar Ásbjörg sagði að virkjanirnar kom inn 2026-2027, þarf það að vera svona langt. Þetta er svo langur tími. Við getum ekki breytt því. Við getum litlu breytt næstu 4-5 árin, en við þurfum að fara að ræða hvað ætlum að gera 2025-30. Það er virkjanir sem við ætlum að fá inn á þeim tíma, bæði frá Landsvirkjun og öðrum, vonandi koma aðrir sterkar inn heldur en við verið á undanförnum árum. Það er erfitt að vera nánast eina fyrirtæki sem að sinna orkuþörf samfélagsins eins og að vera á síðustu 10 árum. Fáir aðrir hafa tekið þátt í því. Að þá þurfum við að fara að byrja á þeim verkefni núna. Þau verkefni þurfa að komast í nýtingaflokki rammaáætlun. Þau verkefni sem á að fara í útboð 2005-06 þau þurfa núna að fara í loka undirbúningin á endurmetum umhverfismat, skipulagsmálin og samningarna sem taka langa tíma, loka hönnunina til þess að sé hægt. Þannig að góðir fundargestir, framundan er stórt og vandasamt verk. Það er hvernig við ætlum að vanda til verka í því að nýta okkar frábæru orkuauðlindir eins og við höfum gert á undanförnum líka árum til hagsbóta fyrir okkur öll og takast á við loftslagsmálin sem eru svo sannlega stærsta umhverfis samtímans. Og ég vil bara segja það að við hjá Landsvirkjun erum sannlega tilbúin að taka virka þátt í því verkefni. Takk fyrir.